Já, komið sæl og blessuð kæru áhorfendur og verið velkomin á þennan leik Fjölnis og Tindastóls í Inkasso-deild kvenna. Við ætlum að fá hér byrjunarliðin upp á skjáinn. Byrjum á liði gestanna. Númer 1 í markinu er Lauren Amy Allen. Númer 3 Bryndís Rut Haraldsdóttir. Númer 4 Vigdís Edda Friðriksdóttir. Númer 5 er Bergljót Ásta Pétursdóttir. Númer 6 er Laufey Harpa Halldórsdóttir, 7 er Sólveig Birta Eiðsdóttir, númer 8 er Hrafnhildur Björnsdóttir, númer 9 er María Dögg Jóhannesdóttir, númer 11 Kolbrún Ósk Hjaltadóttir, númer 20 er Kristrún María Magnúsdóttir, númer 25 er Marie Tiernan, varamenn eru Margrét Rún, Lára Margrét, Anna Margrét, Birna María og Eva Rún. Og að liði heimakvenna í Fjölni, númer 1 í markinu er Berglind Magnúsdóttir, númer 4 er Berta María Óladóttir, númer 5 er Hrafnhildur Árnadóttir, númer 10 er Anda Björg Sölvadóttir, númer 11 er Sara Montoro, númer 14 er Elví Rut Búadóttir, númer 16 er Ásdís Birna Þórarinsdóttir, númer 18 er Hlín Heiðarsdóttir sem jafnframt fyrirliði liðsins, númer 22 er Linda Lárusdóttir, númer 27 er Katrín Elva Arnardóttir og númer 29 er Lilja Nótt Lárusdóttir. Og varamenn Fjölnis eru þó Silja Rut Rúnarsdóttir í markinu, Silja Fanney Angatísdóttir, Lára Marí Lárusdóttir, Marta Björgvinsdóttir, Guðrún Helga Guðfinnsdóttir, Lilja Hannat og Sóley Vivian Eiríksdóttir. Þjálfarar Fjölnis eru Páll Árnason, Magnús Haukur Harðarson, Axel Örn Sæmundsson og er dómari leiksins Guðmundur Páll Friðbertsson og Guðmundur B. Jósefsson og Hildur Þór Jónasson eru honum hér til halds og trausts.
Nú, ef við rennum aðeins yfir síðasta leik beggja liða, þá fengu Fjölniskonur FH í heimsókn á fimmtudaginn síðastliðinn og var afar stórt tap þar á ferðinni að 0-7 og stúlkur í Tindastól fengu einnig fengu Þrótt í heimsókn, Þrótt Reykjavík og töpuðu einnig 0-7. Þannig að bæði lið eru með ansi stórt tap á bakinu frá því í síðustu umferð og ég er nokkuð viss um að þau eru bæði staðráðnir að gera mun betur hér í dag. Nú boltinn fer hér aftur fyrir endamörk og er það hornspyrna sem að gestirnir fá. Nú boltinn hér inn á teiginn hjá Fjölni en þetta fór nú ekki lengra frá Móril að þessu sinni og ná Fjölniskonum boltanum og vinnur Sara Montoro hér aukaspyrnu rétt fyrir framan miðjuna. Sem að Hlín ætlar að taka, hún spyrnir boltanum hér langt inn á teiginn en þetta fer allt saman í hendunar á Lauren Allen í markinu hjá Tindastól og var því ekkert úr þessu. Nú, fínasta sending hér yfir á Kolbrúnu en Hrafnhildur virkilega sterk í baráttunni þarna og vinnur boltann af henni. Að þá er það Sara Montoro sem sprettir upp hægri kantinn, hún er dæmd rangstæð. Það er því ekkert meira á því. Það tilla sig upp og spyrnan tekin en þarna munar mjóu að Ásdís Birna straujar hann bara niður með fótinn þar á heldur betur á lofti og þá er að Laufey hér á kantinum en Kolbrún nær ekki til boltans og kemur Anita Björk boltanum hér bara út af. Ekki alveg nógu góð sendingan hjá henni. Bæði lið búin að eiga ágætis kafla svona hér í byrjun en þó ekkert hættulegt. Það eru 4 aðrir leikir sem fara fram í Inkassodeild kvenna í kvöld og hefjast 3 þeirra klukkan 19:15 og svo er einn leikur klukkan 20, Augnablik og Þróttur Reykjavík. Og ef við förum aðeins yfir stöðuna sem er akkúrat núna,
þá eru Þróttur á toppnum, FH og Afturelding. Tindastóll er svo í 4. sæti með 19 stig en fær 20 og leikurinn fer í jafntefli. Og 8. sæti koma svo IA með 13, Fjölniskonur 12 eða þá 13 og leikurinn við jafntefli, svo staðan er núna. Í 9. sæti sem er næst neðsta sæti og eru svo stelpunar í IR á botninum með 1 stig. Nú markspyrna hérna sem hann Berglind tekur. Innkast hér sem gestirnir fá kastar upp að vítateigs endanum en Hlín gerir vel og kemur þessum bolta bara í annað innkast. Ekki margir áhorfendur hér komnir allan á vellinn nú í dag og oft séu fleiri. Spurning hvort að tímasetningin hafi eitthvað að spila inn í. Leikir farnir, flestir að verða klukkan 18 núna þegar svona tekur á hausta og sólin sest fyrir það nú að vera fín birta svo hægt sé að spila fótbolta en hér kemur fín sending frá Sörum og Tóró eða fyrirgjöf en þetta fór alltaf beint í hendina á Lórin í markinu. Spurning hvort að áhorfendur fara að skilja sér svona þegar að eitthvað fer að líða á leikinn. Það var nú allan til að sjá sem flesta hér í stúkunni. Nú Sara hérna í baráttunni en Bryndís gerir virkilega vel og kemur þessum bolta í innkast. Nei, nú dómarar snýr þessu nú bara við og fá gestina hér innkast. Viðar Vinsmann að bara taka þetta aðeins aftar og hún komur full framalega hérna. Boltinn hann dansaði á hliðarlínunni en finnur sko svona náð að halda þessu inn á. Og þá kemur Katrín, kemur þessu á Söru en Kristrún María lúðrar þessu nálægt miðjunni. Þarna hafði Katrín betur í baráttunni með Kolbrúnu. Þetta er annar leikurinn hjá Katrínu fyrir Fjölni á þessu tímabili. Hún var með liðinu síðast 2017 og hún kölluð inn í síðasta leik. Stóð sig bara nokkuð vel. Nú að spila boltanum hér á milli sín í afturstu varnarlínu og tekur Kristrún María skotið en Hrafnhildur skallar þetta allt mann út af. Og þá reynir
Vigdís Edda þar skotjá eða fyrirgjöf en þetta sýndist að hafa haft viðkomu í varnarmanni Fjölnis og Berglind svo ná til boltans og Sólveig Birta sparkar þessum bolta út af. Innkast fyrir Fjölnis konur. Katrín missir þar boltann frá sér en vinnur hann strax aftur og lætur þá Fjölniskonur af stað. Á er að Lilja Nótt. Spurning hvað hún gerir, sendir boltann fyrir og þar nær Sarti til boltans og fellir við í vítateignum og hér er Katrín. Kemur boltanum út á Hrafnhildi. Virkilega vel gert þarna hjá Kolbrún að koma honum bara út af. En Hrafnhildur tekur innkastið og Sara nær boltanum en já, Arvar slapp fyrirgjöf þarna, hitti boltan, frekar laust bara og Loren náði þessu öllum hann í markinu. Katrín allt í öllu hér á miðjunni, kemur þessu á Anitu og Anita kemur hún á Bertu. Hún spilar svo hér tilbaka á Elvi Rut. Hún svo á Berglindi. Fínn bolti þarna á Hlín og þá er það Lilja. Kemur henni á svörum á Toro og hvað gerir Sara? Hún er bara dæmd rangstæð. Bergljót gerði þá nokkuð vel þarna í að loka á hana. Önnur ástæða sem Fjölnir fá á sig í þessum leik. Tuttugu og ein mínúta tæp liðin hér á Efstaravellinum og er staðan ennþá 0-0. Aukaspyrna sem gestirnir fá. Hér boltinn er út hægri kantinn og fyrirgjöfin og þar hvað Skallars Morell boltann bara út af. Berglind kemur þessu öllu saman í leik. Flott pressa hér hjá Tindastól þessa stundina. Er hér í baráttunni María Dögg og Hlín og Hlín, hann snýr þessu við línivörðurinn. Hlín virðist það betur þarna. Unnið þær innkastið. Gríðarlegur kraftur hér í Lilju Nótt á kantinum. Bergljót ræður einfaldlega bara ekkert við hraðan í henni. Það er ekki þessi stundin og nánast stakkan af. Þá er það Hrafnhildur. Vel gert þarna. Gefum boltann yfir frá Katrínu. En hún yfir alla saman og er útspark.
Fín stilun Hrafna en Hlín kemst í boltann og kemur honum fram. Þarna er Bergljót á undan og gefur hann á Loren. Og Sara pressar hann en Loren kemur þessi bara fram. Og þá Fjölniskonur innkast. Nú Sara með boltann. Það eru 3 mættar hér í hana en hún kemur honum á Bertu Maríu. Enda svo Loren sem spyrnur honum hér fram og Fjölniskonur ná til boltans. Brot þarna á Hlín. Guðmundur Páll fer og kannar hvort það sé ekki allt í lagi með hana. Jú, segir hún og stendur hér upp. Nú hún kemur boltanum hér tilbaka. Flott pressa hjá gestunum. Og þá er Hrafnhildur sem spyrnir þessu bara beint til gestanna. Þarna er hún Mári sloppin einu gegn og spurning hvað gerir. Berglind kemur á móti henni og nær þessum bolta. Virkilega vel gert. Fínasta sókn hér hjá Tindastól. En Berglind mætt á réttum tímapunkti og handsamar knöttinn. Og þá koma Fjölniskonur. Lilja missir þarna af boltanum. Nær ekki til skallans en hleypur eftir boltanum en þá er hann bara kominn út af. Bæði lið, náðu að skapa svona eitthvað en hvorug eitthvað brjálæðislega hættulegt fyrir utan sóknina hér á Tindastól sem við sáum rétt áðan. Aukaspyrna sem Fjölniskonur fá. Fínasta sending hér yfir Móril. Hvað gerir hún? Hún vippar yfir Berglindi en framhjá fer boltinn núna.
Já, þetta er í annað sinn sem hún sleppur svona nokkurn veginn ein í gegn. En Fjölniskonur er þó alltaf sloppið með skrekkinn. Nú, eins og sagði hér fyrr, þá töpuðu bæði lið 0-7 í síðasta leik og því gífurlega mikið undir hjá báðum liðum hér í dag. Ég bergling boltanum bara út af. Innkast sem Laufey Harpa tekur og hún kemur boltanum á rill en hún, já, sparkar hún bara út af. Og hér er Sara Montoro flögguð rángstað í þriðja skipti í leiknum. Og hér er rángstað í fjórða skipti. Það er enginn að skalla boltann í fyrst tilraun og rill, já, kemur hún inn í teig en Berglind grípur boltann. Kemur hún hér strax í leik. Justin hér með boltann en Hrafnhildur skallar þetta frá. Og já, Berta María kemur boltanum hér upp allan völlinn og þar er Lilja Nótt mætt. Gífurlegur hraði í þessari stelpu. Spurning hvort að ná hann koma honum fyrir. Reynir fyrirgjöfina en þar fellur Sara Montoro í teignum. En Fjölniskonur halda þá boltanum. Og fá innkast á Saru boltann. Hún kemur boltanum fyrir. Og þar er Lilja mætt og reynir að vinna hann. En Fjölniskonur fá innkastið. Hrafnhildur kastar hér knettinum bara en Sara kemur og sparkar hún út af.
þarna var Linda mætt og kom þessum bolta í innkast. Ágætis hreinsun þarna hjá henni. Og Laufey reynir að koma boltanum á rill en Fjölniskonur sterkari í baráttunni þarna en gestirnir halda þó boltanum. Vel gert hann hjá Kolbrúnu að ræna boltanum og brotið hér á Tindastól. Aukaspyrna sem Laufey Harpa gerir sig klára í að taka. Það kemur boltinn inn á teiginn og það einhver klafs inn á teignum og Morrill með boltann skýtur og skallinn í slána og yfir. Þarna mátti litlu muna, já hún er búin að eiga 3 bestu færin held ég í þessum leik. En þó enginn af þeim endað í markinu hjá Fjölni. Þegar 10 mínútur eru eftir hér af þessum fyrri hálfleik. Þá Fjölniskonur innkast. Og þá koma gestirnir. Morrill keyrir hér og skýtur en boltinn langt yfir. Fljótur endir á þessari sókn. Kolbrún pressar hérna, hleypur alveg upp allan völlinn en Fjölniskonur halda þá boltanum og þá sprettur Lilja Nótt af stað. Kemur boltanum á Anítu. Lilja nær svo aftur til hans. Kemur honum fyrir. Þar er engin Fjölniskona mætt. Sara mætt og reyna að pressa boltan en gestirnir koma að þessu, já, frá. Og hér er Morrill, hvað gerir hún? Hún er komin inn á teiginn en virkilega vel gert þarna. Þá er það Berta. Laufey stýtur þessum bolta bara, já, lengst upp í loft og út af. Innkastið sem Hrafnhildur tekur, já, full framarlega. Sjálfum svo er. En Lilja Nótt með boltan, hvað gerir hún? Komið ansi mikið hrúga í kringum hana og Bergljót Ásta nær til boltans og kemur honum bara út af. Annað innkast hér hjá Fjölniskonum. Sara Montoura sendir þennan bolta fyrir en gestirnir koma þessu frá. Fjölniskonur halda þó boltanum. Þá er það Berta, skýtur þessum upp í loft en Lauren nær þessum bara hérna í markinu. Hendir á lofti hérna tvisvar og grípur þessu og gefur hann strax í legg.
boltinn þarna bara í Kolbrún Ósk og út af. Og innkastahrinnan ætlar að halda hér bara áfram. Langt innkast þarna sem að Lilja Nótt nær. En mistur svo boltann frá sér og þá kemur Mórel og hvað gerir hún? Virkilega flott hreinsun þarna hjá Elvi Rut. Bæjar hættinu frá í bili allavega og Laufey Harpa tekur hér innkastið. Fær boltann, skýtur hér fyrir. Þar kemur Katrín boltanum frá. Kristrún sendir hann jafnóðum yfir. Og þar fellur Mórel við og vildi fá eitthvað en ekkert dæmt. Og Laufey Harpa lúðrar þessu svo langt yfir. Katrín virðist hafa fengið eitthvað í andlitið. Frekar slöpp spyrnan hjá Berglindi og ná Tindastólskonur boltanum, koma þessu hér til baka. Spurning hvað Bryndís gerir þarna, kemur honum strax á Katrínu í Fjölni og hún í Sólveigu Birtu sem kemur hún svo út af. 5 mínútur hér eftir að fyrri hálfleiknum. Flott þetta hjá Fjölni, kemur boltanum fyrir en Lauren Ami Allen grípur þetta eins og ekkert sé. Boltinn er bara upp í loft. Hrafnhildur nær honum hér. Katrín hér með boltann, kemur hún hér yfir á vinstri kantinn og Sara Montoro hleypur eftir hún, spurning hvort hún koma á Lilju en Sara dæmd hér rangstæð í 5. skipti held ég, eða ekki það 7. í leiknum. Hún hefðist eitthvað fyrir að læra rangstöðuregluna upp á nýtt.
Fjölniskonur fá hér aukaspyrnu rétt fyrir framan miðju línuna. Það eru 2 mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Spurning hvort það ná að skapa eitthvað hér. Lítið eftir. Laufey Harpa kemur þessu bara út af. Inga sem Hrafnhildur tekur og koma gestin í boltanum hér aftur út af. Lára Lilja sendir yfir á Söru. Sara reynir að snúa og á skotið og þetta er rétt yfir framhjá. Fínasta tilraun hjá Söru Montoro. Leikmaður sem er fædd 2003. Virkilega efnileg og alveg klárlega framtíðina fyrir sér. Hér hleypur Linda Lárusdóttir eftir boltanum og kemur honum fram, en Laufey Harpa nær honum, kemur honum á Hrafnhildi sem í þann mund flautar dómarinn til hálfleiks og hálfleikstölur hér á Efstara-vellinum eru Fjölnir 0, Tindastóll 0. Og áttu bæði lið fínustu kafla hér í leiknum, áttu bæði möguleika á að skora, en það varð þó ekkert úr því öllu saman. En við ætlum að taka okkur smá pásu hér og sjáumst eftir sirka bát korter þegar við komum með seinni hálfleikinn í leik Fjölnis og Tindastóls hér í Inkasso-deildinni á Extra-vellinum.
Já, komið sæl og blessuð gestir og verið velkomin hér í seinni hálfleikinn á Ekstravellinum þar sem að lið Fjölnis og Tindastóls mætast í Inkasso-deild kvenna. Já, staðan í hálfleik er 0-0. Bæði lið töpuðu 0-7 í síðasta leik en fyrri viðureign þessa liða fór 6-2 fyrir Tindastól á Sauðárkrók. Nú í seinni hálfleik virðast Fjölniskonur leika á móti Sól. Spurning hvort að það komi eitthvað til með að trufla þær, vonum það ekki. Þá eru bæði lið tilbúin og það eru gestirnir í Tindastól sem byrjum með boltann hér í síðari hálfleik. Mér sýnist línuverðirnir bara eftir að koma sér fyrir. Dómari upp höndina, gefur öllum gott merki og flautar seinni hálfleikinn á. Nú það eru Fjölniskonur sem byrja strax hér grimmari og vá, virkilega flott skot sem að lögreglan þarf að hafa sig alla við að verja og Fjölniskonur halda sókninni hér áfram og hleypur Hlín hér eftir á boltanum hér upp vinstri kantinn og misheppnuð fyrirgjöf þarna hjá Ásdísi Birnu en Fjölniskonur halda þá boltanum. Það er þá innkast sem Hlín tekur, Sara Montoro þarna í baráttunni, hefur betur, kemur þessum bolta fyrir en þar er engin gul treyja mætt til að koma honum í netið og gestirnir bæja hættunni frá. Innkast sem Fjölniskonur fá. Fjölniskonur hér með boltann, þá er það Katrín. Hún, reynir skotið að fyrirgjöf en þetta allt saman eitthvað misheppnað á lóðurinn. Hann saman þetta í markinu. Já, fyrsta mínútan fyrst tvær myndir hann fara hér, ansi hressilega stað í seinni hálfleik. Spurning hvort að, restin af leiknum væri jafn fjörug. Væri gaman að fá nokkur mörk, allan öðru hverju megin hér í leikinn. En þarna kemur Berta María boltanum út af í innkast. Gestirnir eru fljótir að taka. Katrín bombar þessu upp í loft. Og gestirnir halda hér boltanum. En sendingin ekki nógu góð þarna. Þetta endar allt saman hjá Berglindi í markinu. Hún handsamar knöttinn, kemur hún hér út á Hlín á kantinu sem að, þarf að hafa sig alla við að halda þessum bolta. Þá er það Ásdís en hún, missir boltann frá sér. Og flotti bolti þarna. María Dögg, nær hún boltanum? Já, hún gerir það. Hann dettur þó og spurning hvað Hlín gerir. Já, virkilega vel gert. Og boltinn kemur, allri á Söru Montoro. Bergljót Ásta, í henni bara, næstu búin að hrinda en Sara keyrir hér upp vinstri kantinn með Lilju með sér. Hvað gerir hún? Reynir fyrirgjöf en þetta er alltaf skallað frá. Og hvað gerist hérna hér?
er Berglind aftur mætt út úr markinu á hárréttum tíma og kemur þessari sókn frá Moril í burtu að bíla hana og vinna gestirnir hér innkast. Það er virkilega gott fyrir okkur í Fjölni að vera komin með Berglindi aftur í liðið. Og hvað gerist hér? Boltinn í Fjölnismann og út af og hornspyrna sem gestirnir fá. Þá kemur boltinn inn í og hvað gerist hér? Berglind, sem kýla hann frá. Hvað sem Fjölniskonur fá reynir að koma nú á Lilju, nær því ekki. Þá er það Linda, hvað gerir hún? Sendir yfir á Hlín, þarna mátti litlu muna. Þarna reynir hún bara að tækla hana niður og nær boltanum ekki. Spurning, ég missaði Fjölniskonur einfaldlega bara boltan. Og Moril reynir ekki við þennan boltan, þannig að rángstað. Það gerir hins vegar Vigdís. En boltinn er út af í innkast sem hann Tindastóll á. Það er heldur betur harka og spenna hér í seinni hálfleiknum. Dómarinn vill hér að innkastið sé tekið aftur. Það var Sólveig sem reynir hér fyrirgjöf en hún aftur fyrir endamörk í markspyrnu. Innkast sem að fá hér við hornfánann. Reynir að koma honum hér á samherja en Katrín sparkar þessu bara út af ennett innkasti sem að þær fá. Linda kemst í þennan bolta og en ekki alveg sammála þessum dómi. Línuvarðinn sýndist það að fara hér í Tindastólskonur. Hérna var Hlín bara með fyrirgjöf, hreinlega. Liggur ansi mikið á Fjölnismörkinu þessa stundina. Aukaspyrna sem að Tindastóll er að krækja sér í. Guðmundur Páll alveg brjálaður og bæði höndum út í loftið en ekkert spjald þá. Og þá kemur spyrnan inn í og þetta er allt hann komið frá af Söru Montoro að mér sýndist. Linda sem kemst í boltann og þá er það Lilja. Hvað gerir hún? Kemst
kemst fram hjá Bergljótu en fyrirgjöfin ekki nógu góð og Hrafnhildur nær þessu. Þá er það Sara. Þarna ætlaði Hrafnhildur svo heldur betur að strauja hana niður en náði því sem betur fer ekki. Frekar slöpp sending þarna en Fjölniskonur þá áfram með boltann og þá er það Hlín sem kemur hér upp vinstri kantinn, reynir sendingun á Söru og hvað gerir Sara? Missir þar að boltanum, reynir að koma honum á samir og hann fellir niður. Hlín nær boltanum aftur, gerir líklega til að skjóta, skýtur en þetta, já, æfingabolti fyrir Loren í markinu. Virkilega sterk hún Bergljót þarna, vinnur boltann fyrir sína konur en Fjölniskonur ná honum þó. Þá er það Sara, hvað gerir hún? Jú, vippar einfaldlega bara yfir hann og leggur á stað, sprettir hér upp með Kristrúnu í sér, kemur boltann fyrir en þetta á Loren í markinu. Heldur betur 4 mínútur hér sem búin að sjá. Hlýtur einfaldlega bara að fara að koma mark öðru hvoru megin og hvað gerist hér? Hún er sloppin hér einn í gegn en Berglind mætt hér á nærboltanum. Virkilega vel gert hjá Hrafnhildi hér að loka á Vigdísi Eddu. Og náði Berglind þar að handsama boltanum og kemur honum bara hér fram. Bergljót skallar hann baka. Já, Linda virðist í einhverjum vandræðum með Vigdísi. Þá var að Sara hinum megin og Bryndís keyrir einfaldlega bara á hana. Og Berta á hér misheppnaða sendingu en Katrín grimmar boltann en hættir þó. Lilja Nótt gerir atlögu að boltanum og halda Fjölniskonum knettinum. Þá var að Berta hér á misheppnaða sendingu en Laufey Harpa kemur boltanum hér út af. Og rýkur þá Guðmundur Páll Friðbertsson dómari leiksins að varamannabekki Fjölnis og spjaldar hann. Tók nú ekki alveg eftir því hvað var í gangi þarna. Virðist hafa verið einhver æsingur. Hér falla að vara báða niður Bergljót og Berta María. Og Hlín nær hér að komast inn í þessa sendingu og kemur honum á Söru og hún sprettir af stað með Bryndísi Rut í sér og hvað gerir Sara Montoro? Kemur honum fyrir en Berglind nær boltanum. Virkilega flottur sprettur en náði þá ekki að klára þetta. Þá er það Morell hér hinum megin, reynir hér sendingu á Maríu Dögg en hún dæmd rangstæð. Og Fjölniskonur gera skiptingu.
uh, út af leikmann númer 10, Anita Björg Sölvadóttir. Inn á í hennar stað kom númer 7, Silja Fanney Angantýrsdóttir. Betra að þetta allt saman á hreinu. Yngar sem Fjölniskonur fá. Og boltinn, hér í Lilju. Það er Vigdís Edda lagt af stað. Spurning hvað hún gerir hér. Linda kemur þessu í horn. Það kemur hornspyrnan, hún er ansi lág. En Silja nærandi boltans ansi snögg, hleypur hér upp hægri kantinn með, Tindastólskonur í sér en tapar þar boltanum og fá gæstinir innkast. Þá gera Tindastólskonur breytingu á sínu liði. Og fór út af leikmaður númer 11, Kolbrún Ósk Hjaltadóttir. Og inn á í hennar stað kom leikmaður númer 15, Anna Margrét Hörpudóttir. Bæði lið búin með eina skiptingu. Virkilega flott barátta hjá Vigdísi en Hrafnhildur stoppar hana. Hún er berfæn til boltans að fljóta að koma á þessu leik. Lilja Nótt nær hins vegar ekki til hans, pressar þó á hann. Hlín nær til boltans en Fjölniskonur tapa á honum jafnóðum. Og Anna Margrét rölti bara með hann út af eftir pressuna frá Hlín. Það er að halda þessum bolta inn á og hleypur Sara upp kantinn.
með Sólveigu í sér, kemst einnig fram hjá Bryndísi. Hvað gerir hún? Sendir fyrir og gestirnir koma þessu frá á 11. stundu en Fjölniskonur halda boltanum. Hlín, hvað gerir hún? Kemur honum á Söru, biður hún aftur og fær hann og Hlín sendir hann fyrir og þar gerist hvað? Rosaleg varsla þarna hjá Loren í markinu hjá Tindastól. Fjölniskonur halda áfram. Lára Hrafnhildur kemur boltanum úr Hlín og Hlín yfir á Söru og Sara reynir hér fyrirgjöfina og hvað Lilja kemur honum á Silju en varð ekkert úr þessari sókn og Lauren fljót að koma honum í leik, sér hér Morir frammi en Linda kemst í boltann, kemur einfaldlega bara á Hlín. Sara skallar þennan fram og Lilja pressar hér á boltann. Herðu, dæmt hér aukaspyrna. Lilja víst eitthvað brotið á Lauren þarna í markinu. Hún kemur boltanum fram. Ploppið þarna bara. En þá eru það stólarnir. Lára Hrafnhildur en Hrafnhildur, já, Fjölnir kemst í boltann. Elfurut kemur þessu bara út af. Þá er engasti boltinn langt upp í loft og á þaknetinu. Berglund er að gera tvær tilraunir hér til að koma boltanum yfir inn á völlinn aftur. Tekst að lokum. Boltinn hér kominn í leik. Hlín skallar þennan bolta, Sara nær ekki til hans en það gerir aftur á móti Bryndís. Fjölniskonur halda þessum bolta. Morel brýtur þarna á Hlín og Fjölniskonur fá aukaspyrnu. Morel ekki sátt með þetta. Lætur línuvörðinn heyra það. Það þýðir fyrst lítið að þræta af dómaranum þegar að dómurinn hefur verið kveðinn upp. Þá kemur Hlín, sér Lilju og hvað gerir hún? Þetta var frekar laust skot að mér sýndist og átti Lauren í markinu ekki erfitt heldur með að verja þennan bolta. Hún þurfti þó að skutla sér á eftir honum. Þarna hefur ansi ljúft að sjá boltann fara inn. Við höfum enn ekki fengið mark í þennan leik þrátt fyrir spennandi síðari hálfleik. Fjölniskonur fá hér hornspyrnu og þá kemur boltinn fyrir og hvað boltinn skallar hér yfir. Sýndist Sara hafa skallað þarna.
sýnir nú ekki, ja, miklum erfiðleikum með þetta, en fellir þó niður og Berti María kemur boltanum bara út af. Fer í Katrínu og þá er það Lilja og Silja hljóp hér á eftir boltanum, náði þó ekki til hans. Hún tósar þarna bara í Hrafnhildi, í Maríu Dögg og lætur dómarana hér bara heyra það. Ekkert meira svona og baðar út höndunum. Þarna fjall Vigdís í baráttunni við Katrínu og aukaspyrna sem að Fjölniskonur fá. En það Tindastóll færi fyrirgefið. Nú þessi leikur eins og allir aðrir hér á Fjölnir TV eru teknir upp á glæsilega Sony upptökuvél frá Origo og þökkum við þeim hér kærlega fyrir hana. Flott skot hér sem Hrafnhildur, fyrir sem Berglind varði í markinu og aukaspyrna sem að gestirnir fá. Sjúkraþjálfari kallaður inn á. Sýnist að Katrín hafi einfaldlega bara sparkað í hana á góðri íslensku. Allavega hérna á endursýningunni liggur hér eftir á vellinum. En er þó staðin upp, enda hörkutól hún Vigdís Edda Friðriksdóttir. Já, ég þekki hana nú svo sem hef gert það, en vonum bara hún sé hörkutól. Ætlar allan að harka þetta af sér. Nú, gestirnir fá aukaspyrnu. Og meðan býð eftir henni þá er sundlaug hérna við hliðina og þar er sundlaugavörðurinn að kalli Hafnarfjarðar að bannað sé að hanga á línunni. Vitið að því allan að þið farið næst í sund, ekki hanga á línunum, þá verður sundlaugavörðurinn brjálaður. En hér kemur aukaspyrnan, já hún er bara tekin stutt, en fyrirgjöfin kemur hér og þetta er bara langt yfir markið. Engin hætta þarna á ferðinni. Nú, meistaraflokkur karla hjá Fjölni á leik á föstudaginn á móti Gróttu hér á Extravellinum klukkan 18. Gífurlega mikilvægur leikur enda strákarnir í toppbaráttunni og hvetjum við alla til að mæta á hann. En hann er
einnig sýndur hér í beinni á Fjölnir TV. Fjölnis skotið þarna rétt yfir, já, átti þessi Birnu. En það sem ég ætlaði nú að reyna að segja var að Fjölnis stelpunar eiga næst útileik á mánudaginn 19. ágúst. Þá fara allir Grindavíkur, heimsækja þar Grindavík klukkan 18. Svo 24. ágúst hörkuleikur, já, jafnvel bara í fallbaráttunni. Fjölnir ÍR. Já, Fjölnir þurfa nú einfaldlega bara að vinna þann leik, svo sem eru alla leiki sem eftir ætla að halda sér í þessari deild. En ÍR komið gott sem falla, en hér kemur Sara Montoro og skýtur og þetta fer í leikmann Tindastóls. Loren nær þá til bara boltans. Fínasta sókn þarna, en boltinn endar fyrir aftan markið. Afsakið þessa því, ég er að koma hérna opni í blaðamannagáfunum okkar hérna í samband. Voru þið frekar kalt hérna, en það virðist eitthvað ekki virka, en ég ætla bara að vippa mér í jakka í staðinn, halda á mér hita. Þetta allt saman hérna í beinni bara á Fjölnir TV. Höfum þetta heimilislegt og gott. Nú, Fjölnisskóli er með boltann og Sara Montoro er lögð af stað sem fyrr og kemur hún hér á Silju hinum megin á kantinum og hún missir boltann frá sér og nær Laufi til boltans og kemur honum út af. Á er að Lilja. Hún kemur boltanum fyrir og skallar Bryndís boltan frá. Og Hrafnhildur kemur þessum bolta bara aftur fyrir markið.
og þá koma gestirnir virkilega hröðarna og kemur og skýtur og skorar. Hér er fyrsta mark leiksins. Hún bara, skal ykkur að segja. Þetta var hún Mori Tiernan, aðsakið. Hljóp þar aðna einu óstudd framhjá Fjölnisvörninni og kom boltanum framhjá Berglindi. Berglindi horfði bara aftur boltanum í markið og í þann mund komst ofninn á. Ég er að ríða mig aftur bara úr jakkanum svo það verður ekki of heitt. Allt að gerast hér í beinni á Fjölni TV en 80. mínúta og 1-0 fyrir gestina. Afar dýrkeypt fyrir heimakonur að fá þetta mark hér í andlitið þegar 9 mínútur eru hér eftir að leiknum. Þær hefðu jú alveg sætt sig við 1 stig. 1 er skarn ekkert sérstaklega í þeirri stöðu sem þær eru í leiknum og spurning hvað gestirinn gera hér, ná þær jafnvel að bæta öðru marki við? Nei, hér er bara innkast. Heldur betur alltaf gerst enn í okkur. Nú, Andrew Davies virðist að vera sáttur með þetta mark. Og ég sé nú kannski ekki jafn sáttur með það. En Fjölniskonur reyna að koma boltanum hér fljótt í leik en hægist auðvitað á því. Berglind sparkar hún hér fram á Katrínu og ég er rétt fyrir skiptinguna því ég var að brasa í ofninum og græða mig úr jakkanum. Nei, rétt fyrir markið fyrir ekki, þá fór leikmaður númer 16, Ásdís Birna Þórarinsdóttir, út af hjá Fjölni og inn á í hennar stað kom leikmaður númer 8, Lára Marí Lárusdóttir. Fjölniskonur þurfa heldur betur að setja allar hendur á dekk ætli þær að fá eitthvað út úr þessum leik. Ansi kærkomið fyrir gestina að vera komnar hér með eitt mark. Já, Fjölniskonur höfðu verið heldur líklegri allavega, myndi ég segja. Svona eins óháð og það gerist. Hér síðustu mínútur fram að markinu. Spurning hvort að ná að halda pressun hér áfram og skapa eitthvað. Sara nær ekki til boltans og fellur hér við og Bryndís Rut fyrirliði gestanum kemur þessu bara út af.
í innkast. Og þá er það Lilja, reynir að koma boltanum hér yfir á Bertu og tekst það, en Silja nær þó ekki til hans, en það gerir Katrín og kemur boltanum út af. Það verður ansi dýrkeypt fyrir Fjölniskonur tapir þessum leik. Staðan núna er það með 12 stig í 9. sæti. 2 stigum og eftir bæði ÍA og Augnablik. En það getur allt saman breyst því að ÍA er núna að leika við ÍR upp á Skaga og Augnablik fær Þrótt í heimsókn klukkan 8. Já, og vonuðu Fjölnismenn bara að ÍR vinni ÍA og Þróttur vinni Augnablik. Já, eiga nú ennþá fínasta möguleika á að halda sér upp í deildinni. En hér kemur boltinn bara aftur fyrir markið. Elín Rut hvetur sínar konur áfram í Fjölni. En nú er hægt að skora á þessum 2,5 mínútum plús uppbót sem er eftir. Getur allt gerst. Þarna missti Vigdís Adda boltann út af. Þá kemur Sara Montoro með Bryndísi í sér og Bryndís nær að loka á hún og Sara bara rangstæð í 7. skiptið þá í leiknum. Silja nær hér til boltans þegar 1,5 mínúta er eftir af venjulegum leiktíma. Fjölniskonur þurfa að fara að gera sig í brók ef ætlar að ná einhverju fram, en hér fá gestirnir innkast.
Venjulegur leiktími er liðinn. Grunar að uppbótartími verði ekki meira en 2 mínútur, mögulega 3. Þegar að gestirnir fá hér innkast. Boltinn hér við enda línuna. Gestirnir ná að koma þessu fyrir en Fjölniskonur bægja hættunni frá en boltinn skoppar sjálfdáðum tilbaka. Virkilega vel gert þarna. Gult spjald sem að Lára María nær sér í, braut hér á Vigdísi. Ekki alveg sammála, finnst ég að þetta er endilega orsakað spjald. Hálf til, 1,5 mínúta eftir hér af leiknum. Þegar að skýti þessu bara langt yfir. Þá er það síðasta tækifæri Fjölnis að ég held til þess að fá eitthvað út úr leiknum. Slök spyrna sem að Vigdís skallar út af. Í það mund flautar dómarinn leikinn af, 2 mínútum bætt við. Svekkjandi verð ég að segja, 0-1 tap Fjölniskvenna hér á extra vellinum. Það voru mun betri, nánast allan seinni hálfleikinn, en fengu heldur betur blauta tusku hér framan í andlitið á 80. mínútu þegar Morel Tiernan skoraði markið og tryggði Tindastóli öll 3 stigin. Og urðu lokatölur því 0-1 Tindastól í vil. Eins og ég kom hér fram á áður er næsti leikur hjá Fjölnisstelpunum á mánudaginn í næstu viku þegar að þær ætla að gera sér ferð til Grindavíkur, heimsækja þar Grindavík. Leikurinn hefst stundvíslega klukkan 18:00 en næsti heimaleikur hjá stelpunni er laugardaginn 24. ágúst klukkan 14 þegar að fá ÍR í heimsókn. En strákarnir eiga gífurlega mikilvægan leik hér á föstudaginn klukkan 18 í toppbaráttunni þegar að þeir fá Gróttu í heimsókn og dugar sko ekkert annað en 3 stig þar. Annars heiti ég Alexander Hví, þakka kærlega fyrir mig hér í kvöld. Sjáumst hress og kát á föstudaginn klukkan 18 þó við viljum nú sjá sem flesta á vellinum styðja Fjölni vonandi sigurs. Annars bara hittumst við hér við viðtækin. Þakka fyrir mig í kvöld. Verið þið bless.